syngja þennan kór, hann bara situr fastur í höfðinu á mér. He hears all our diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessing fall on me. He heals all our diseases. He gives strength to the weak, and He fills my soul with His glory, and His blessing and His healing fall on me. His healing falls on me. His healing, His blessing and His healing fall on me. Oh, His blessing fall on me. His blessing fall on me. Hallelujah, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To You our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To You our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into Your presence, past the gates of praise, into Your sanctuary, till we standing face to face. I look upon Your countenance, I see the fullness of Your grace, and I can only bow down and say, You are awesome in this place, mighty God.
Hann mikill. Halleluja. Og við lofum hans nafn. Tilbiðjum hans nafn. Amen. Áður á Snorri talar. Og það Jón Kalvin tækifæri að ávarpa okkur aðeins. I just want you to come and address us. Praise the Lord. Þeir sé Guði. I'm happy that we are all here today. Ég gladur að við erum saman komin í dag. Because the Bible says where 2 or 3 are gathered, He's here in our midst. Biblía segir að hvar sem 2 eða 3 koma saman, þar hann mitt á meðal. It's good that you didn't stay at home. Og It's good that you never stayed at home. já, það er gott að þú varst ekki heima, But you chose to come here to praise en the Lord. valdir að koma og lofa Guð með okkur. And I know that you will never go home the same. Og ég veit að við förum aldrei aftur eins heim, Because I know God has special things in store for us. vegna þess að ég trúi því að Guð hafi eitthvað sérstakt fyrir okkur. I have a testimony. Ég er með vitnisburð. I've been sick for almost 3 weeks here. Ég er búinn að vera veikur í næstum 3 vikur. I have a lot of stomach problems here. Verið með heilmikið af svona magavandamál. It's so painful that I couldn't stand the pain here. Og það var bara svo sársaukafullt. I've done MRI, I've done all CT scans and everything. Og ég er búinn að gera allt þetta sem okkur er ráðlagt að gera. But they couldn't find anything. Já, farið í skoðun, ómskoðun, já, og ég fundi ekki neitt. And so I didn't know what to do. Og ég vissi ekki hvað ég átti að gera. Anybody I meet, I just tell them how I feel. Og ég bara sagði öllum sem ég hitti frá hvernig mér leið. And some were saying, oh, I think maybe you should have ulcer. Kannski ertu með æxli, magasári. Some are saying, oh, maybe you should go, you should check it very well. I think you have a stomach cancer. Já, kannski eftir að fara að láta allt og hvort þú ert með krabba. Yeah, people were just telling me suggestions here. Fólk var að segja mér allt mögulegt. And I forgot that there's a house of God, right? Og ég var búinn að gleyma húsi Guðs. So I was here on Tuesday. Og ég var hérna á þriðjudaginn. And came for prayers. Og kom til fyrirbænar. And to tell you the truth, after Pastor prayed for me, og eftir að það var beðið fyrir mér, I feel very strong. Að þá styrktist ég. And I know God is here. Og ég veit að Guð er hér. Because the Bible says in the book of Psalms that we're fearfully and then miraculously created here. Created. Já, við erum undursamlega sköpuð. So we are very special people. Svo við erum mjög sérstakt fólk. Anytime you have problem, don't forget that you have God. Hvers skipti sem það vandamál, ekki gleyma því að þú átt Guð. I believe that there's nothing that He cannot do. Ég trúi það ekkert sem hann getur ekki gert. So what I'm telling you that if you have any fears or any problems or any sickness or any disease that you're experiencing, Svo ég að segja ykkur að ef það einhver ótti eða einhver vandamál eða hvað það sjúkdómar, hvað sem þú ert að upplifa, I believe God is here. Þá trúi ég að Guð sé hér. And He's faithful and just to heal you of all your sicknesses. Og hann trúfastur og kærleiksríkur að lækna all okkar sjúkdóma. And we are going to do an exercise. Og við ætlum að gera tilraun. If you can all stand up with dignity. Ef þið getið öll staðið upp. And then I want you to at least greet the 2-3 people next to you and just tell them, ask them how they are feeling here. Já, spurðu einn eða 2 við hliðina á þér hvernig hefur það. Just talk to the person next to you. Talaðu við þann sem næstur. Amen. Amen. I want to sing one song. Mér langar að syngja eitt lag. I don't have a good voice. Ég hef ekki góða rödd. So forgive me about that. Og fyrirgefið það. We are together again in one accord. We are together again with one accord.
smiles on our faces, oh God. The Bible says that where 2 or 3 are gathered, you are here in our midst. We believe you are here, oh God. Anybody suffering from any sickness or diseases, oh Lord, we pray that, Father, you said by your stripes we were healed, oh Lord, Father. We pray for healing in our bones. Ezekiel prophesied to the dry bones, and those bones became whole, oh Lord. So every sickness in the bone, every sickness in our cells, in our tissues, in our organs, oh God, we pray that you are a healer. Heal us, oh Lord, Father, from all our sicknesses. We pray for each and everybody here, oh God. We pray for our dear brother Joe wherever he is, oh Lord. We pray that you will touch him wherever he is, oh Lord. We believe that you are going to heal him, oh Lord. He's not going to die, oh God. He's going to live and testify of your greatness, oh Lord. Thank you so much for an answered prayer. Thank you for your love. Thank you for your mercy. And thank you for bringing us here in one accord. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Dýr sé Guði. Þakka fyrir vitnisburðin, Kevin. Þetta eitt af þessu stórkostlega sem gerist í svona litlum söfnuðum. Ég á eina sögu af ömmu minni. Hún var kona sem hafði mikla þjáningar í öxl og hún gat ekki lyft hendinni hærra en þetta. Og þeir héldu þetta hafi verið vegna þess að þegar hún var að mjólka kýrnar, það var alltaf sama stellingin og hún var komin með vöðvabólgu og fleira. Og það var ekki hægt að laga eitt né neitt og mín bara tók þessu eins og þetta átti að vera. Hún var bara eldast og var bara að verða veik og það var aldrei verið að kvarta. En hún bara var alltaf svona á samkomunum þegar hún var að lofa Drottinn og vexa með hann. Þá var bara hendin hún var hér en hinn fór aðeins upp. Svo gerist það að hún stóð upp í miðjum sal á einni samkomu og vildi fá að vitna Drottinn. Og hún tekur hörpustrengina og að lesa og les sálminn þegar Drottins lúður hljómar og sá dagur fer hönd. Og í síðasta erindi þessa sálms þá segir Drottins blóð upp dyrum himins líkur. Dyr sé Guði, nú opin leið. Og hún hélt á bókinni í hægri hendi og les þessa línu, Drottins blóð upp dyrum himins líkur. Dyr sé Guði, nú opin leið. Og þar með lyftist hægri höndin upp og hún bara starði á og hugsaði með sér, ég get bara lyft henni. Þetta var ævarandi minning í fjölskyldu minni og þessi setning, hún var látin á leggsteinin hennar. Svo ef þau komið til Vestmannaeyja og sjáið þið Guðnýju Þorsteinsdóttur og finnið gröfin hennar, þá verður einmitt þetta sem yfirskrift, Drottins blóð upp dyrum himins líkur, dyr sé Guði, nú opin leið. Og þetta hefur talað til mín, hvernig Guð leyfir í vitnisburðinum, lifa kynslóð fram að kynslóð. Nú ég farin úr Eyjum, ég ekki að segja þessa sögu þar, nú ég komin hingað, en sagan ennþá jafn lifandi minni fjölskyldu. Og leggsteinninn, hann segir nákvæmlega sömu setningu, dyr sé Guði, nú opin leið. Og mér var hugsað til þess þegar ég var að undirbúa þessa samveru og þetta samfélag við ykkur, að ég tæki nú þessa sögu, setti þetta hér inn og færi síðan með ykkur í Jóhannesar Guðspjall og komið með mér í 5. kapitúla Jóhannesar. Þar Jesús Kristur að opinbera vitnisburðin sinn. Og mér finnst það svo rosalega sterkur boðskapur og þetta boðskapur kristninnar. Takkið eftir. Þennan boðskap finnið ekki hjá hindúum, þeir eru ekki til í Íslam. Þetta hjá kristninni. Og við skulum aðeins átta okkur á því að kristinn boðskapur, hann einstakur. Það getur vel verið að önnur trúarbrögð vilji fá eitt og annað að láni frá kristninni, en það eitt alveg öruggt mál. Það vilja öll trúarbrögð fá loka takmark kristninnar. Og það upprisan frá dauðum. Það vilja allir vita það og halda það og trúa því að eftir lífið framhald. Það vilja allir fá að lifa lengur en þeir gera. Og það svo stór þáttur kristninnar
að Jesús Kristur, hann segir þetta við okkur í 5. kapitulunum, og ég ætla bara að fá að fara með ykkur í 8. vers, eitthvað svolítið, þá segir hann, og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm því að hann manns sonur. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans. Þetta amen? Hugsa ykkur allir þeir sem eru dauðir, það alveg sama hvað þú segir við dauðan mann, hann hlýðir ekki. Hann heyrir ekki í þér. En það gerist eitthvað undursamlegt varðandi kristna trúna að það mun verða þannig að á einu augnabliki, einhver tíman, þá munu allir hinni dauðu heyra raust Guðs. Og þegar þeir heyra raust Guðs, þá verða þeir ekki dauðir lengur. Og það boðskapurinn sem við erum með í kristnu trúnni vegna dauða Jesú Krists og upprisu, þá eigum við hlutdeild í dauða og upprisu hans. Og gleymdu því ekki að þetta eitt stærsti boðskapur sem við getum fengið að horfa á sjálf. Hvenær verður upprisan? Hún gæti þessna orðið á morgun. Ertu tilbúin? Nei, vistu það, við segjum náttúrulega, nei, þetta verður ekki á morgun. Látt ekki svona. Við erum búin að bíða í 2000 ár, upprisa á morgun kemur ekki til greina. Og við í raun og veru tölum svona ákveðna neikvæðni eða vantrú inn í okkur. Við reknum ekki með því sem við eigum erfitt með að skilja. Við bara hugsaum sér svo, já, hann trúir þessu ennþá. Við erum búin að boða þetta í 80 ár í Hvítasunnuhreyfingunni, jável meira 90 ár. Við verum 100 ára reyndar á næsta ári. En þetta búið að vera boðskapur sem miklu eldri til Hvítasunnuhreyfingin. Þetta búið að vera boðskapur kristninnar í yfir 2000 ár. Og mér langar til þess að fara með þið núna með í eitt augnablik í sögu Daniels spámanns. Komið með mér í 12. kapitula Daniels. Þar Guð að tala við hann. Þetta síðasta opinberun Daniels. Og við erum svona á árinu 534. Það skakkar ekki mikið þó ég segi 534 fyrir Krist. Engillinn að tala við Daniel. Og sjá hvað þetta alveg stórmerkilegt þegar Daniel að tala við engillinn, þá opinberar engillinn fyrir honum framtíðina. Og ég ætla aðeins að fá að fara með þig í nokkur vers í þessum kafla. Og þið eru komin, ég komin á blaðsíðu 909 og 910 í minni biblíu. Og þetta að fara með ykkur í 13. versið í þessum stórmerkilega kafla, það síðasta vers kaflans. Þá segir engillinn við Daniel, en þú gakk fram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa. Þetta ekki rosalega merkilegt? Engillinn segir við hann, þú munt deyja, Hafsteinn, þú munt deyja. Þetta einhverja frétti fyrir okkur? Við getum bent hvert á annað og sagt, þú munt deyja, búti minn, þú munt deyja. En svo segir engillinn við hann, þú munt upprísa. Þú munt upprísa. Hvaða von gefin manni sem á enga von? Hann sér bara dauðan framundan, hann veit að þetta bara búið og þið heyrið alveg hvernig við tölum þá sem deyja, þetta bara búið. Já, hún komið krabbamein, já, þetta bara búið. Þú munt deyja, en Daniel fekk að vita, en þú munt upprísa. Og mér finnst alveg dásanlegt að geta bent ykkur á það, að þú munt hvílast og upprísa til að taka þitt hlutskipti við endi dagana. Við endi dagana. Hvernig litist þér á ef að þú fengi nú bara, þegar við kæmum út á samkomu, þú fengi fréttirnar, heyrðu, mikil undur og stórmerki hafa gerst, grafir hafa opnast og margir spámenn eins og Daniel og aðrir trúaðir og helgir menn, þeir hafa bara risið upp. Og það stundin sem við eigum í vændum. Það það sem að gerast áður við vitum af. Það eru stórmerkileg tíðindi sem að gerast út í heimi. Við höfum ekki hugmyndum að það væri í gangi, að það væri að smala þjóðunum saman
til þess til dæmis að viðurkenna Palestínu sem ríki sem hefur aldrei verið ríki. En þetta bara einn af þáttunum í dag. Nú ætla allar þjóðir að viðurkenna Palestínu sem ríki. Hvað segir þetta mér? Hvað þetta í okkar fréttaflutningi? Ég ætla aðeins að fá að halda áfram með ykkur meðan Daniel, vegna þess að Daniel segir og tala við okkur mjög athyglisverð mál. Og ég í 12. kapítulunum ennþá og sjáu þið bara í öðru versinu í þessum kafla. Þá erum við að tala tíma endalokana. Þá segir Daniel þetta við okkur: og margir þeirra sem sofa í dufti jarðar munu uppvakna, sumir til eilífslífs, sumir til smánar, til eilífrar anstigðar. Og sjáu hvað þetta mikill munur að rísa upp frá dauðum, að fá bara ekki að liggja dauður og vera bara búinn, en það mun bara koma svo stund að við munum rísa upp annarkvort til eilífrar dýrðar eða eilífrar smánar. Og Daniel fékk að vita þetta 534 fyrir Krist. Löngu áður en við höfum möguleika á að rísa upp frá dauðum. Að því að upprisa dauðra, hún kom ekki fyrir 500 árum eftir að Daniel heyrði þetta. Og við erum að tala að þetta gæti orðið möguleiki í okkar nánustu framtíð. Við tölum stórmerkileg mál og stórmerkilega hluti, og ég vil endilega að þú sem kristinn einstaklingur, þú festir von þína og trú þína eins og Daniel gerði. Þó þú muni deyja, þá muntu samt eiga hlutdeild í upprisu dauðra. Þú munt samt eiga hlutdeild í því að fá að rísa upp til eilífrar dýrðar, vegna þess að þú fékkst á náð að taka þátt í að gera Jesúm Krist dýrlegan. Og það skiptir máli fyrir okkur systkini, þegar við komum svona saman og við heyrum lofsöngvana, að við tökum undir þá, vegna þess að við erum að játa þá fyrir öðrum og játa fyrir okkur að Jesús Kristur á heiðurinn og dýrðina og vegsemdina og eilífa lífið, og hann vegurinn og hann sannleikurinn og hann frelsarinn og hann Guðssonurinn. Er það amen? Þegar við erum í þessum þætti, að við viðurkennum Jesúm Krist á þennan hátt, við syngjum hann, þá erum við að varpa og sá inn í andaheiminn því sem að englarnir gleðjast yfir, það sem kemur fram í okkar fjölskyldum, og það byggir upp þá trú líka meðal okkar. Trú þú á Drottin Jesúm, þú munt verða hólpinn og heimili þitt. Það ekki undan skilið. Við erum að tala þá von sem við eigum í Jesú Kristi. Ég ætla að fá að fara með ykkur aðeins inn í annað. Ég ætla að biðja ykkur að koma með mér í 12. kapítulan, og það hvað þetta? 7. versið. Þá heyrði ég til mannsins í línklæðunum, sem var uppi yfir fljótsvötnunum. Og takk eftir, þetta maðurinn í línklæðum, þetta síðasta opinberun Daniels. Og það bara fullt eins líklegt að þessi maður í línklæðunum hafi verið Jesús Kristus sjálfur. Hann talaði við Daniel og hann fær að segja við hann það sem að framundan og hann segir: hann fórnaði hægri og vinstri hendi til himins og sór við þann sem lifir eilíflega og sagði: eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð. Og þegar vald hans sem eyðir hina helgu þjóð á enda, mun allt þetta fram koma. Hver hinn helga þjóð? Hver hefur vald til þess að eyða hinni helgu þjóð? Frammi fyrir hverju stöndum við í dag? Hver sá sem hefur eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð til þess að eyða hinni helgu þjóð? Hinn helga þjóð eru gyðingarnir. Þeir höfðu 2500 ár. Ef ég segi að ein tíð sé 1000 ár, þá erum við að tala 2500 ár sem hann hefur vald til þess að eyða henni helgu þjóð. Veistu til hvers árs þetta tengir eða flýtur okkur þegar við förum að lesa þetta svona? Frá 534 pluss 2500 ár,
þá eru komin á árinu 1966. Hvað eru mörg inni fætt fyrir þann tíma? 1966. Sjáðu, þetta bara, við vorum komin upp þá og það stendur bara þannig á málunum að hinn helga þjóð, hún átti bara 1 ár eftir til þess að vinna Jerúsalem aftur undir sitt vald. 1967. Þá var 6 daga stríðið. Þann hafði ekki lengri tíma en þetta til þess að eyða hinni helgu þjóð. Erum við komin á eitthvað merkilegan tíma? Sérðu hvað Jesús Kristur var að opinbera Daniel? Sérðu hvað hann var að tala við hann? Sérðu á hvaða tíma við erum? Nú eru liðin 59 ár frá því að djöfullinn hafði tíma til þess að eyða hinni helgu þjóð. Hvað er hann að reyna að gera í dag? Og þið heyrið það að þjóðirnar eru í dag að safna liði til þess að ná ákveðnum undirtökum, til þess að búa til Palestínu, standa gegn gyðingum, fara í gegn á móti hinu heilaga gróðursetta orði og nú ætla Sameinuðu þjóðirnar að ráða málum sjálf. Mun þeim takast það? Þetta er þá tími sem að við erum að upplifa, að við erum að sjá að við erum á síðustu tímum. Og síðasti tíminn, hann birtist í Jeremía 30 og þegar Jeremía talar þetta við okkur, þá er hann ákaflega ákveðinn og segir við gyðingana. 30. kapitúli Jeremía og 7. vers. Og þá er hann að viðurkenna hvað Daniel fékk að sjá, hvað Jesús var að tala hvað djöfullinn hefur mikinn tíma og þá segir hann þetta við þá. Vei mikill er sá dagur. Hann á ekki sín líka og angistar tími er það fyrir Jakob en hann mun frelsast frá því. Angistar tími fyrir Jakob. Og vitið hvað ég held að sé að gerast? Af hverju nær hið illa svona miklu tökum á heimsbyggðinni? Af hverju erum við að sjá spillinguna svona rosalega? Af hverju erum við að sjá Íslam jafnvel ná heilu löndunum undir sig í dag? Af hverju er England að falla fyrir Íslam? Af hverju er heil Evrópa að ramba á því hvort verði íslamsk eða kristin? Hvað er að gerast í okkar tíma að þetta gerir svona og við sjáum ekki að hvaða tíma við erum komin? Það mun koma angistar tími yfir fyrst og fremst gyðingana. En vitið hvaða tími þetta er? Við köllum þetta tíma Antikrist. Hann er bara að renna í hlaðið. Hann er bara að birtast. Og við hugsum sér svo, já, hvað, er eitthvað að marka þetta? Þarf ég eitthvað að gera í þessum málum? Nei, bara vaka. Bara vaka. Bara fylgist þið með. Það er ekkert annað sem okkur er uppálagt að gera. Við getum ekki breytt tíma í tíðum. Því að það er bara eitt sem gerir það. Daniel sjálfur segir það Guð almáttugan. Hann breytir tíma og tíðum. Og nú trúi ég, og ég ætla að flytja ykkur þennan boðskap þannig, að við erum bara komin á þann tíma að það er ekki vært fyrir okkur í heiminum. Hvað gerir Kristur þá? Hann mun hrífa okkur upp til sín, til funda við sig í loftinu. Þú er bara allt í einu tekin upp og þú ert bara komin inn í aðra veröld. Þú ert komin í annan líkama. Hvað þýðir þetta? Þetta getur gerst þá og þegar. En ég ætla að halda aðeins áfram með þig. Komdu með mér inn í 4. Kórinthubréf. Við skulum fara inn í kristnina. 4. Kórinthubréf, 15. kapitúli. Og þar er Páll postuli kristinna manna, að rifja upp fyrir okkur hvað við eigum í vændum. Og mér finnst það dásamlegt þegar við megum tala þessi atriði, af því að þessi atriði skipta okkur miklu máli. Ég ætla aðeins að leggja áherslu á 52. versið. 4. Kórinthubréf 15, 52. Þetta er gott að muna þetta. Og þá segir þetta við okkur í einni svipan, á einu augabragði, við í síðasta lúður. Hvað gerist þá? Við munum allir umbreytast í einni svipan, á einu augabragði, við í síðasta lúður, því lúðurum mun gjalla og þá munum hinni dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Mér finnst það rosalega merkilegt. Hvað verður þá fötin okkar?
hvað verður þá líkamann okkar? Það er ekki sagt að við munum umbreytast í engla. Við verðum áfram menn. Við verðum alltaf menn. Maðurinn, hann mun frelsast og hann mun lifa sem maður eilíflega. Við verðum aldrei englar, sem betur fer. Því að Guð, hann skapaði mannin í sinni mynd, en hann er ekki búinn að skapa englana í sinni mynd. Þannig að við höfum mjög sérstaka stöðu í sköpunarverkinu og við erum líkust Guði af öllu því sem skapað hefur verið. Við höfum augu og eyru, við höfum hendur og fætur, við höfum hugsun, við höfum hjartalag, við skynjum eitthvað sem er álengdar, við vitum tíma og tíðir og við fáum að vita hvað Guð ætlar að gera. Og þessi þáttur, þegar við umbreytumst í einni svipan, þá get ég bara spurt ykkur, í hvaða fötum var Jesús þegar hann reis upp frá dauðum? Eða var hann bara nakinn? Því hann skildi líkklæðin eftir. Hann var ekki til einum fötum, nema þeim sem við köllum dýrðarfötin hans. Hann var íklæddur skrúða eilíðarinnar þegar hann reis upp frá dauðum. Hvaða fötum verðum við í þegar við munum umbreyta þetta í einni svipan á einu augabragði og við verðum tekin upp og hrifin til funda við Drottinn í loftinu. Þetta er vonarefni kristinnar trúar. Og þetta er sett inn í 1. Korintharbréf 15 til þess þú kæri bróður og systir að þú festir þetta í þér. Þú átt hlutdeild í því sem Daniel fekk að vita um. Þú munt rísa upp. Þú munt umbreytast í einni svipan og einu augabragði. Hvenær verður þetta? Vistu það að núna í þessari viku, eða 23. september, það kom inn í næstu viku, þá verður Jom Kippur hjá gyðingum. Og það byrjar með hátíðinni sem heitir Rosh Hashanah, nýjársdagurinn, eða lúðrahátíðin. Og það er svo merkilegt að Jesús Kristur hann segir, það veit engin daginn eða stundina, bara Guðitt, Faðirinn veit daginn og stundina. Og þetta orðatiltæki var gjarnan notað hjá gyðingum þegar Rosh Hashanah var að renna upp, þá veit engin daginn eða stundina. Og það er vegna þess að hátíðin, hún byrjar hjá gyðingum þegar nýtt tungl kviknar. Þeir horfa upp í himinin og þeir sjá það þegar fyrsta röndin birtist, þá er nýtt tungl að kvikna. Þá blása þeir gjarnan í lúðra og láta vita Rosh Hashanah er hafið. Þetta er hátíðin sem við erum að tala um, að verði lúðrahátíðin tengist því að við munum á sömu andráni vera hrifinu til funda við Drottinn í loftinu. Verður þetta núna 23. september? Ég veit það ekki, en ég geti alveg trúa því. Ég á alveg von á því. Ég á alveg von á því að það sem gerist er að gerast vegna þess að svo margir aðrir þættir í kring sem er að benda mér á þrengingin miklu er að hefjast. Angistatími yfir Jakob er að koma. Þjóðirnar er að blása saman til þess að fara á móti Ísrael. Og þið heyrið meiri þess að utanríkisráðherra Íslands. Hann er að stimpla okkur Íslendinga inn í það að vera andstæðingar gyðinga. Nú mega ráðherra gyðingar ekki koma og heimsækja landið. Þetta er bara ákveðin pólitísk ákvörðun sem ríkisstjórnin er á bakvið og þið heyrið að á sama tíma og þetta er að gera til okkur, þá bera menn kvíðboga yfir Rússum. Þeir fóru inn í Finnland fyrir 90 árum. Við erum hérna með eina finnska sem man eftir vetrarstríðinu milli Rússa og Finna. Það er bara ævi hennar Dórisar. Því það er ekki lengra síðan. Og við erum að horfa á að það er ógnanir sem steðja að Pólverjum. Og við heyrum líka að Evrópa, hún veit ekki hvað hann á að gera. Danir hafa ekki eitt jafnmiklum peningum í vopn nokkuð tíman eins og núna. Það býst enginn við friði. Af hverju er það? Eru ekki búin að vera svo friðelskandi, við erum búin að vera að hleypa erlendum þjóðum inn til okkar og við erum búin að sýna þeim svo mikinn kærleika að allir þeir sem hafa flúið Afríku, þeir hljóta að elska okkur af því þeir eru hér og allir þeir sem hafa flúið Arabalöndin, þeir hljóta að elska okkur af því við tökum við þeim. Nei, það er bara ekki svo. Það er bara ekki svo.
og þið heyrið bara hvað að gerast með Úkraínu, það sem við ráðum ekki við. Þetta ofurafl grimmdarinnar. Hvert erum við komin? Erum við að sjá það að angistartími yfir heiminn, hann að koma upp? Hvert þitt öryggi? Hvar þitt skjól? Hvert getur þú leitað? Hvar eigum við að vera? Hvað mun Guð gera? Þú mátt ekki gleyma því að við erum öll í Guðs hendi. Og Guð, hann varðveitti Daniel og lét Daniel vita framtíðina vegna þess að Daniel átti að taka þátt í framtíðinni. Hann líka að láta þig vita hvað framundan af því þú átt að taka þátt í framtíðinni. Þú átt ekki að vera eftir skilin, þú átt að vera hrifin upp til funda við Drottinn í loftinu og allt þitt hús. Og það svo mikilvægt og það svo gott að vita að ef við erum vakandi í Kristi, þá vitið þið að Kristur mun ekki gleyma okkur. Ég ætla að fá að fara með þig inn í annan atriði. Åpenbarabókin 14, hún hljómar mjög sennilega og að tala til okkar samskonar atburði og samskonar mál. Það verður að tala kominu stund dómsins, það verður að tala einmitt þann tíma sem að við erum bara komin að. Vegna þess að, svona láta okkur bara vita því að framundan alveg 1000 ár, en það ekki til þess að djöfull fá eyðileggja þau. Það ekki árin þar sem að dauðinn fær að grípa inn í. 1000 árin eru það sem að við köllum friðaríki Krists. Þetta færum ykkur í Åpenbarabókina 14, 15. versið. Og það segir Jesus svo við hann, og annar engill kom út úr musturinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu satt. Ber þú út sigð þína og sker upp, því komin stund til að uppskera. Sáðland jarðarinnar. Sáðland jarðarinnar fullþroskað. Hver munur á sáðlandi jarðarinnar eða landinu sem að ber þrúgur og þysla? Hann segir líka, og sá sem á skýinu satt bráð sigð sín á jörðina og upp að skorið á jörðinni, því að sáðland jarðarinnar fullþroskað. Og það kornið sem eru tekið í hlöðurnar og fært upp til himins. Ég trúi því að þetta sé upphrifningin. Sáðlandi jarðarinnar tilbúið fyrir þig og fyrir mig. Svo höldum við aðeins áfram. Ég ætla að fá að fara með þig í næsta vers, eiginlega fyrir neðan, 18. versið. Þá segir það við okkur, ber þú út bitur sigð þína, sker þrúgurnar af vínviði jarðarinnar, því að vínberin á honum orðin þroskuð. Og engillinn bráð sigð sinni á jörðina, skar af vínviði jarðarinnar, kastaði honum í reiði vínþröng Guðs hinna miklu, og vínþröngin var tróðin fyrir utan borgina, og gekk blóð út af vínþrönginni því að sem tók undir beisli hestana. Fyrir annan hópinn það mikill fagnaðarboðskapur. Við fáum að rísa upp vegna þess að sáðland jarðarinnar uppskorið, við fáum að vera sett í hlöður Herrans. Við fáum að gleðjast og fagna því við verðum sett í hlöður eilífðarinnar. Við verðum með Daniel, við verðum með Móse, við verðum með spámönnunum, við verðum með postulunum. Þetta verður allt eins og mikið bræðra og systkina lag. Við verðum þar sem að Drottinn Jesús En hinir sem rísa upp til andstygðar og eilífs dóms, þeir eru vínþröngin. Þar eigum við ekki að vera. Systkini, í dag höfum við tíma til þess að gera upp málin við frelsaran okkar. Hann Drottinn okkar. Hann Guð okkar. Hann vill frelsa okkur. Og ég ætla bara að enda þetta með því að fara með ykkur inn í Markús 13. kapitula. Af því að Markús, hann hefur mikið við okkur að segja og hann hefur þetta eftir Jesú Kristi vakið. Þetta sama fallega, frábæra orðið sem að passa fyrir þig og fyrir mig vakið. En þann dag og stund, þetta 32. versið, veit enginn, hvorki englar á himninni sonurinn, enginn nema faðirinn, verið varir yður vakið. Þér vitið ekki nær tíminn kominn, svo að þetta sem maðurinn fer úr landi, skilji við hús sitt, feli þjónum sínum umráð hverjum sitt verk.
Dyranum býður hann að vaka. Vakið því þér vitið ekki nær húsbóndinn kemur að kveldi, á miðnætti, í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna yður sofandi. Þegar hann kemur allt í einu, það sem ég segi yður, það segi ég öllum vakið. Og vitið þið hvað ætti að vera helsta atriði sem vekur okkur upp? Það er aðkoma Antikrist í þennan heim. Hvernig kemur hann að? Hvað mun verða þegar Antikristu birtist? Hann mun fyrst og fremst vera kallað glötunarsonurinn. Hann mun birtast vegna spillingarinnar sem er komin í heiminn. Og það er siðleysi, mikla siðleysi sem er komið hér upp á Íslandi. Það er að segja við þig, vertu vakandi, því að sá er að koma sem ætlar að taka völdin, höfundur og höfðingi spillingarinnar. Antikristur er það. Þegar við sjáum alla fánana uppi, þegar við vitum öll deilumálin og við heyrum hvað er að gerast að jafnvel menn eru skotnir í Bandaríkjunum vegna þess að þeir hafa haldið þessu orði vakandi, þá vitið þið að það er komin í síðasta stund. Og þess vegna er það eðlilegt fyrir okkur að við séum vakandi og við séum biðjandi og við segjum Drottinn Jesús, hér er ég, haltu í hönd mína. Vertu vakandi yfir mér, ég skal vaka líka með þér. Ertu tilbúin? Erum við tilbúin til þess að vaka með Kristi vegna tíminn er að koma, tíminn er runnin upp, við höfum ekkert mikið bjarta framtíð, við höfum þó framtíð. Þegar við erum búin að umbreytast í einni svipan á einu augabragði og við verðum með Kristi alla tíma. Við munum aldrei fara aftur inn í hinn spillta heim. Það er bara dásanlegt að eiga Jesúm Krist að. Og hann er sá sem mun umbreyta öllu í dýrðarfrelsi Guðs barna. Síðasta versi sem ég ætla að nefna við þig. Ég ætla að fara með þig inn í Póstulssöguna, 2. kapitula, þegar Pétur postuli er að predika. Þetta er orð sem að mér finnst vera afskaplega táknrænt fyrir okkur. Að 3. kapituli. Vegna að Pétur er að tala þarna við fögrudyrnar og þetta er bara nokkrum dögum eftir að Jesús Kristur reisur frá dauðum. Þetta er kannski 50-60 dögum síðar. Þá segir Pétur þetta við okkur. Það er 21. versið. Hann á að vera í himnunum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti. Við erum búin að sjá á undanförnum áratugum þegar Guð hefur að endurreisa Ísrael, endurreisa kirkjuna, endurreisa söfnuðinn. Það er bara rétt rúm 100 ár frá því að heilugum anda var úthellt og það kom vakningar eldur yfir kirkjurnar bæði í Ameríku, í Evrópu, í Asíu, í Afríku og menn hafa verið að tala á tungum vegna þess að endurreisnar tíminn hófst. Það var sama tíma þá hófst endurreisnar tími hjá gyðingum. Theodor Herzl, hann fór að berja það inn í gyðingana, endurvekjum hebreskuna, tölum hebresku. Hún var eiginlega bara trúar tungumál gyðinga, en hann fekk á til að tala hebresku 1948, þegar Ísraelsríki var stofnað. Það var deila það í ísraelska þinginu, hvort þeir eigi að tala jiddísku, hvort það eigi að vera tungumál gyðinga eða hebresku. Og hebreskan vann. Kirkjan, endurreisnin, Ísrael, allt hefur verið að rísa upp vegna þess að það er stór og mikill dagur framundan, Kristur er að koma. Hann mun stíga fæti sínum á Olíufjallið, hann mun hrífa okkur upp til sín, við fáum að vera með honum þegar að stígu fæti sínum á Olíufjallið. Það er björt framtíð í að vera kristinn einstaklingur. Trú þú á Drottinn Jesúm, þú munt vera hólpinn og heimili þitt. Amen. Við skulum biðja saman. Drottinn minn, þakka þér fyrir að við munum treysta því að orð þitt er rétt. Við munum fara rétt með það og þú hjálpar okkur til þess að túlka það rétt. Segja sannleikann á réttum tíma. Og nú þegar við horfum fram á veginn og við sjáum, elskaði Herra, að stundin þín er komin.
Upprissu dagurinn komin. Þegar þú hrífur okkur upp til þín, elskaði Herra, þá megum við líka finna það í and okkar, við mögum vera tilbúin. Við mögum vera í þér. Að blóð þitt hreinsar okkur af allri synd. Það mögum vera yfir okkur og með okkur og í okkur. Fyrirgef okkur syndir og misgjörðir og geð okkur ná til þess að við höfum vakandi huga og hjarta. Við fylgjumst með. Við vonumst eftir því, Drottinn minn. Við megum vaka. Í Jesú nafni. Amen. Þeir sem eru sammála með segja amen. Amen. Nú heyri ég það þegar orðin kaffiþurfi, Kitty mín. Áskup bara lofa Drottinn aðeins saman, en við vitið, framtíðin gríðarlega merkileg. Amen. Við eigum einn gamlan góðan sálm sem á vel heima við þetta og hann á þessa leið. Hann kemur brátt, við komu hans með gleði fögnum. Sálmurinn byrjar á ó, blessuð von í brjósti mér.